Elísabet heiti ég og ætla að tala áhrifavalda. Fyrir mér áhrifavaldur uppbyggjandi manneskja og jákvæð og sem sagt bara eykur sjálfstraust annarra og svona öryggi og bara svona gefur mikinn svona innblástur til fólks og einhver sem bara svona einlæg manneskja og ég fylgist með einhverjum reglulega sem ég myndi kalla áhrifavald. Ég fylgist með Sólrúnu Diego, hún mjög vel þekktur áhrifavaldur á Íslandi. Ég fylgist með hana á Instagram og þar er hún mikill svona innblástur þar sem hún að tala mikið svona skipulag og hreinlæti og hefur hún breytt einhverjum þætti í minni hegðun eða lífsvenjum? Já, hún hefur gert það með skipulag og hreinlæti og hvað þrifverur ég á að nota og svona og hef ég keypt það bara út að ég fekk bara svona innblástur frá henni bara mér langar að gera þetta svona á mínu heimili. Hafa áhrifavaldar áhrif á fólk algjörlega. Það getur, verið bara mjög uppbyggjandi fyrir annað fólk og margir fá, innblástur frá áhrifavaldum og finnst gaman að fylgjast með hvernig aðrir eru að gera og hvort þeir séu að nota mismunandi aðferðir og bara svona sjá prógress í lífi annarra er bara mjög áhugavert og gaman. Eru áhrifavaldar betri auglýsing en auglýsingar í blöðum, sjónvarpi eða útvarpi? Ég myndi segja já, af því að við allan unglingar fylgjumst ekkert mikið með, blöðum og einhverju svona og útvarpi eða eitthvað svona. Við erum meira á Instagram og svona samfélagsmiðlum